Komið sæl, Sigurður heiti ég, Ármannsson, kallaður Siggi Ármanns. Í þessu námskeiði eða öllu heldur leiðbeiningum ætlum við að fara saman í gegnum stillingar sem notar til að útbúa gögn fyrir prentun. Og þá erum við að tala PDF-stillingarnar og litastillingarnar sem þurfa að vera fyrir hendi þegar við sendum í prentsmiðjur. Við förum bara í gegnum þetta lið fyrir lið, hvar við náum í þetta, hvernig við setjum það inn og af hverju þetta virkar og af hverju þetta þarf að vera í lagi. Inn í þessum pakka sem að Iðan dreifir, þá líka svona tæknilitir sem líka mjög gagnlegt og sem að voru gerðir til þess að auka samræmi milli hugtaka sem notuð við frágang á prentgögnum. Og við skulum bara dempa okkur í þetta bara sem snöggvast. Við skulum þá byrja á því að ná okkur í stillingarnar sem eru geymdar hjá Iðunni og við förum hérna yfir á vefinn hjá þeim og förum í fræðsla hérna uppi við á íkonum og þar niður í prent og miðlunargerar. Þegar við komum þangað erum við með þetta spjald hérna og þar eru prentstillingarnar á þessum smell hérna og við erum komið þangað og hér eru þessu bláa letri hérna linkur á stillingarnar sem við downloadum. En hérna eru líka leiðbeiningar hvernig maður getur sett þetta inn, handsett þetta og sýndar slóðir hvar eru hlutirnir bæði fyrir PDF og lit og sýnt svona hvernig glugginn á að líta út í color settings og leiðbeiningar notkun á bridge og umfjöllun tækniliti og svo framvegis. En við skulum bara byrja á því að ná í þetta, smella á þetta og þetta hleðst niður. Þannig og til að finna þetta, ég hafi búin að ná mér 2 eintök. Hérna að kíkja á skrána og þarna hún einhvers staðar niður í downloads. Svona. Einhvers staðar átt að vera. Móri. Og þannig þetta og við skulum bara opna þetta byrtur, þannig að við séum bara með þetta. Það sem inn í skránni eru 2 PDF-skjöl sem eru svona leiðbeinandi, annars vegar fyrir uppsetningu á prentstillingu fyrir PDF og eins svona leiðbeinandi varðandi skil fyrir prentun, svona almennur fróðleikur. Og þetta eru ágætis lesefni fyrir fólk að kynna sér, en við ætlum að reyna að fara hérna bara einföldu aðferðina við að setja þetta inn og inn í möppun hérna sem heitir SI 2019 PDF og litstillingar. Þar eru þessi skjöl sem við þurfum að setja inn. Það fyrsta lagi SI stillingarnar sjálfar sem maður setur allt saman í forritunum, hvað þarf að sjást. Og svo erum við með 2 gerðir af PDF-stillingum. Það að segja, önnur þeirra þessi almenna sem eru með skurðamerkjum og blæðingu og önnur sem alveg eins að öðru leyti en því að það eru ekki skurðamerki og blæðing. Það eru sumir aðilar sem að vilja ekki fá svoleiðis. Þetta getur sparað sporin við að þurfa að taka þetta af í stillingunum. En það eru til dæmis eins og margar skiltagerðir vilja ekki hafa blæðingu eða skurðamerki á skjölunum sínum og eins hægt að sleppa því í gerð auglýsinga fyrir dagblöð. Og svo eru hérna fjórða atriðið hérna eru tæknilitir. Það eru litir sem eru litlaserja sem var búin til þess að reyna að samræma notkun og nafngiftir á þessum hlutum sem við erum til dæmis að einkenna til dæmis fyrir lakk og skurð og brot og þess aftar. Því að fólk notar svo mörg
mismunandi nöfn. En við skulum byrja á því að fara og setja inn litarstillinguna og við skulum bara nota Photoshop til að átta okkur á því. Photoshop, og það farið hérna upp í Edit í Color Settings. Það hnappaskipun hérna sem að hægt að nota líka ef maður þarf að fara oft í þetta. Að öðru leyti þá, já, það svona misjafnt hvað fólk þarf að fara oft í þetta. Það svona svolítið spreð að vera eða góðri hnappaskipun í þetta. Allavega förum í þetta. Og hérna það sem blasir mjög oft við þegar tölvur eru nýkeyptar, nýuppsettar, að þá North American General Purpose 2 stilling á, og það sem þessi stilling gerir hérna, að kalla fram sRGB fyrir prófílana í RGB myndunum og US Web Coded Swap version 2 fyrir smikkið. Og það eru engar sérstakar aðvaranir hérna, engar aðvaranir. Hérna hægt að setja þær inn og leið fæ ég að vita það að forritin hjá mér, Adobe forritin, þau eru ekki synkuð saman. Ég sé það á þessari köku hérna, hún nú bara svarthvít í þessu forriti og ein sneiðin á leiðin út og það einkenni á því að það ekki samræmi milli forritana. En við þurfum að koma þessu sem fyrst í lag. Og til þess að stilla þetta rétt, þá notum við bara load knappinn hérna. Það einfaldast, heldur en vera að handsetja þetta fyrst. Og hér mappan opin. Hún hérna í, já, þetta aðeins dýpra, það fara niður í downloads og í Móri. Og þegar ég nota þessa aðferð þá bara leyfð þessi eina skrá, CSF skráin, sem litstillingarnar, og ég smelli á Open og skráin fer inn á réttan stað í tölvunni. Mjög þægilegt. Það sem þessi skrá gerir, sem búin til hérna á Íslandi, að hún notar Adobe RGB fyrir RGB myndirnar, en Coded Fogra 39 fyrir smikkið. Kosturinn við þessa stillingu frá það sem var áður að þessi skjöl eru til í tölvunni alveg frá upphafi, nánast öllum tölvum. Nú annað sem hérna athyglisvert að það aðvörun sem stillt inn á hérna, að ef maður opnar RGB mynd sem ekki með prófíl, að þá fær maður aðvörun og þarf að bregðast við því. Og það sama ennþá, ég ennþá með þetta ósamræmt innan milli forrita og samþykki þetta bara. Nú í Photoshop ágætt að vita því að hérna neðst niðri til vinstri hægt að hafa stillt á hvað sýnt. Og til dæmis, ég hefði stillt þannig, hérna í staðinn fyrir að hafa document sizes, þá hef ég document profile. Þannig að í hversin sem ég opna RGB mynd í Photoshop, þá sé ég bara með því að kíkja í horni hérna, hvort það sé profíl á ímyndinni eða hvaða profíl Ég sé hvaða gerð og það eru fjöldi litaprófíla til í heiminum. Og vélarnar í prentsmiðjunum þekkja megni af þessum prófílum sem eru svona fagmannlega unnir, og það mjög mikilvægt einmitt að litaprófílar fylgi RGB myndum svo að vélarnar, ripparnir í prentsmiðjunum átti sig á því hvernig á að meðhöndla RGB myndina þegar breytti yfir í að deilast yfir í smikk valsana í prentvélunum. Hins vegar rétt að benda á það að prófílar eiga ekki að vera á smikkmyndum.
kerfið hjá okkur allavega þannig að það virðir þær tölur sem eru í smikkskjölum, smikkmyndum og það myndi bara rugla vélarnar að vera að hafa prófíla líka. Þannig að muni það bara ekki prófíla í smikkinu en endilega prófíla í RGB-myndunum. Og og þá skulum við kíkja á framhaldið. Hvernig með segjum InDesign. Við getum farið InDesign hérna og fyrir Color Settings og það ennþá þar North American General Purpose og þá get ég farið hérna í skrána hérna og fundið að því að nú varum komin á rétta staði tölvunni, get fundið SI litstillingar, litastillingar, sett hana á sinn stað og allt verður eins og það á að vera. Og samþykki það. Þetta náttúrulega, ef maður þarf að gera þetta oft, þá getur það verið svolítið puð og alltaf hægt að maður gleymi ykkur. Þannig að við getum notað okkur forrit sem heitir Bridge, Adobe Bridge. Það fylgir með öllum Creative Cloud bökkunum og ég með það hérna kveikt hérna niðri, opna það hér og við förum bara sömu leið og í hinum forritunum gegnum Edit niður í Color Settings. Og þar erum við stilt á SI litstillingar af því það komið inn. Það hefði verið stilt á þetta hérna líklega ef ég hefði ekki verið búin að setja stillingarnar inn. En ég stilli á þetta íslenska og smelli á Apply og við það eftir sekúndubrót stillingarnar komnar inn í forrit eins og InDesign sem við vorum ekki búin að fikta í og Color Settings. Jú, það allt komið. Af einhverju ástæðu ekki komið hérna samræmi. Þessi kaka hefði átt að lagast. En ég ætla að kíkja á það aftur. Snöggvast í Bridge. Lætur hún svona. Og þannig veitum við ekki hvort þetta dugir. Jú, það dugði. Nú komið samræmi milli allra Adobe forritana og ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því meir. En þá að koma inn PDF-stillingunum og það svona allavega fyrir mig og margir sem nota InDesign mikið þá það mjög aðgengileg leið að fara gegnum InDesign. Til að nálgast það þá fyrir ég gegnum File í staðinn fyrir Edit. File og niður í Adobe PDF Presets. Og þið sjáðu kannski að þið horfið á þetta að ég með alveg aragrúa af íslenskum stillingum og það einfallega bara því að ég svo ofta að sýna fólki þetta, kenna þetta og annað. Þannig að það og sem það koma þá númer aftan við hver skipti sem ég bæti við aftur. En ég ætla að fara hérna í Define. Það leiðin sem við notum. Þessi gluggi, hann sýnir PDF-stillingarnar sem eru í boði í tölvunni og þar eru í boði þær sem eru með hotklofa. Þær fylgja forritunum sjálfkrafa, eru á öðrum stað í tölvunni og það ekki hægt að breyta þeim einfaldlega og þessi hotklofi sýnir það. Það sem hérna fyrir neðan hins vegar það sem að maður hefur sett inn sjálfur. Og við getum síðan, ef við veljum eitthvað sem geta ekki valið breytt neinu, sjáðu hérna dögt, en ef við veljum eitthvað sem ekki með hotklofa, þá get ég farið að editera. Þannig get ég búið til afbrigði af sama sömu PDF-stillingu og þið sjáuð hérna kannski að HQ no bleed stillingin og hérna með HQ bleed síðan ég með LQ low quality 150 dp no bleed sem fínt fyrir að senda með posti þá fær maður góða mynd
í PDF-skjalið en miklu léttar heldur en 300 punta skjalið og svo jafnvel ef menn vilja það fara ennþá neðar. Þetta geta menn búið til fyrst kópíu af góðskjalinu og editera svo. Það er annar handleikur. Það sem við gerum núna er að við förum í load á sama hátt og áðan með litstillingarnar og þar er ég komin hérna inn í sömu möppu. Þetta er aðalstillingin og því miður þá er bara leyft að færa inn eina í einu, þannig að ef menn er að færa inn mikinn stafla þá getur þetta verið svolítið. Þannig ég hendi þessari inn, hún er komin og hún fikk á sig töluna 4 hjá mér, en hefum ekki ágjörð því. Hún er komin inn og við fá þessa líka sem fylgdi og segi open og hún var bara nummer 3 og segi done. Þannig að næst þegar ég ætla að búa til PDF segjum úr þessu skjali hérna, þá fer ég í export leiðina og þetta skjal heitir 2 og ég vel að nota Adobe PDF, ekki Interactive í þessu tilfelli, Adobe PDF og segi save og þá fæ ég upplýsingar hvaða prófíl ég get valið. Ég er með þetta helst sem betur fer á milli skipta. Ég vel að nota þessa stillingu, aðalstillinguna og ég get farið skoða aðra stillingar í þessu, hvað er í þessari stillingu, segja marks and bleeds, að ég sé það hér að það eru skurðamerki sem fylgja með og blæðing er hérna neðar sem fylgir skjalinu. Það er PDF stillingin sem að ákveður það að nota 3 mm blæðinguna, ekki skjalið sjálft. En auðvitað þurfum við að gera ráð fyrir því í skjalinu þegar við erum að búa til. Nú í compression sjáum við það að allt í skjalinu, alla myndir sem að eru meira en 318 pixel per inch, endar í þeim, ef að þær eru 500 puntar eða 500 pixel per inch eða meira, þá detta er niður í 318. Og sama á við gráskálamyndir, þær eru teknar úr 500 og yfir niður í 318. Og það er einmitt þarna sem maður breytir þegar maður ætlar að búa til svona low-res útgáfur. En allavega þá get ég bara smellt á export, ég ætla ekki að gera það, ekki að tefja tímann við það, en þó mér langaði að benda ykkur á eitt með svolítið sniðugt að hafa, að inn í Window Utilities er background task sem er hérna gluggi, hann er mjög gott að hafa og ég er með hann hérna bara inn í settunni á mér. Ef að maður er til dæmis í framleiðslu á mjög þungum verkum og þarf ofta að gera þunga PDF, þá er mjög gott að hafa background tasks á, svo þá getur maður fylgst með því hvernig gengur með skjalið. Þá kemur svona progress bar hérna, sýnir hvernig gengur. En þannig er það, svona er einfalt að setja þetta upp og mjög mikilvægt að fólk sé með þetta, sé ekki með eitthvað North American stillingu fyrir prentun á Íslandi. Það er alltaf vont að hafa eitthvað sem er ekki, á ekki vera og vera jafnvel stressaður yfir því að maður gæti verið að klúðra fyrir mikla peninga í einhverju prentverki þegar það hafa þetta ekki rétt. Og þá er komið að einu atriði sem að var í viðbót við að bara opna þessa mynd hérna á þessum Snorlax. Hann bara opinn og ekki stækkaður hérna, en full með lit.
Tæknilitirnir. Ef að maður vill hafa þá inni, og það er mjög gott að hafa þá inni, að þá getur maður farið hérna í swatches panelin niðri í vinstra horninu og sótt sér í Other Library aðrar útgáfur af lita svona palettum heldur en það er með. Þannig að ég ætla að fara hérna niður í Móra og ná mér í tæknilitina þar. Og segi open. Þá fæ ég tæknilitina og þeir eru þessi 4 litir. Þetta eru í raun og veru ekkert merkilegi litir að öðru leyti því að þetta eru spotlitir. Litur með hvítum þríhyrningi í horninu og blett eða punkti í. Og ef við skoða inn í þennan lit hérna, ekki opnast kannski hérna, já, að á bakvið lakklitin þetta er sem sagt bara 100% cyan og 30% gulur, svona bara til að auðkenna hann, bara svo þau séu allir á einhverju mismundi lit, þannig að maður þekki það strax. Og við getum haft previewð á ef við viljum breyta þessum lit. Við getum hent honum inn í library líka og við sjáum hérna að þetta er spotlitur og hann heitir lakk. Þannig að til dæmis ef við viljum nota hann að þá sýna það eftir andartak. Næsti litur hérna, hann er fyrir strikun. Það er til þess að merkja ef við ætlum að fella, ef það þarf að brjóta blaði á einhverju stað. Og þriðji er hvítur. Hvítur er mjög gjarnan notaður í þegar menn er að vinna með plast. Og þá er til að setja hvítan undirlit undir glært plast, eins og á samlokur og þess aftar. Og síðan er litur sem ég kann nú ekki skila á sem heitir clear, og hann er fyrir ykkur sérstaka prentara. Fyrir hönnuði þá skiptir clear ekki svo miklu máli, en prentarar munu benda ykkur á það ef það þarf að nota þetta. En það er til dæmis ef við viljum segjum að við ætlum að gera neglurnar á þessari fíguru lakk. Dæmi. Þetta er búin að grúppa alla neglurnar saman, þannig að ég get náð í neglurnar sér og fara í layers og búa til nýjan layer sem að bara kalla lakk hérna, og ég ætla að fara með neglurnar. Þær eru á layer og held allt niðri og dreg kópíu upp í lakki. Og þá get ég smellt á fillið og tek lakkið og þannig er lakkið komið. Þetta er eins og naglalakk, blott naglalakk. En þetta er þessi hluti hjá mér að verða í glossy lakki, og þá til þess að tryggja það að þetta verði eins og það á að vera, þá hef ég overprint fill á þessum lit. Það verður mun eftir því. Því að annars myndi hann henda burtu litunum sem er undir, en hann leggst yfir. Og að þetta er spotlitur að þá lendir hann á sér prentvalsi, og í separation preview getum við skoða hvernig það kemur út. Hérna set ég overprint preview á, en ég setja í raun og veru á þarna í staðin fyrir ég hefði getið gert það hér, og það sem er komið hingað. Ég reyndar hef overprint preview yfirleitt á við alla vinnum sem ég vinn. En hérna getum við skoðað, ef við slekkum á litunum, við skoða hvernig það byggist upp. Þarna er ein plata fyrir
lakkið og þannig ein plata fyrir svarta litin, guli kemur þarna í sögu, rauður og magenta og cyan. Og ef við viljum prófa þetta líka hinn veginn, þá getum við prófað að slökkva hérna á lakkinu og sjáðu þetta liggur ofan á og þetta hendir ekki, það myndi sýna það, ef ég væri ekki með ofurprint á, þá myndi við sjá það að liturinn væri horfinn úr nöglunum. Þetta ofurprinti gerir það að lakkið leggst ofan á og þá erum við orðin býsna vel sett. Ef við skoðum annan punkt hérna, ef við fer hérna í Photoshop og ætla að skoða hérna þessa hestamynd hér fæ ég aðvörun strax að því það ekki litaprófíll á þessari mynd og þá spyr þessi gluggi hvað viltu gera og forstillt á að ekki vera að breyta þessu og sem ekki ráðlegt til flestum kringumstæðum. Ef við ætlum að vinna eitthvað með myndina, nota hana, þá þurfum við að koma henni í prófíl og þá getum við næsta stigi hengt á hana prófíl Adobe RGB því það working prófílinn hjá okkur eða í þeim tilfellum þar sem að eitthvað annað upp á teiningnum, til dæmis ef við erum að vinna fyrir vef eða skjámiðla, þá gætum við ákveðið það að sú mynd færi yfir í sRGB. Þá sá prófíll komin á. Svona, nú hann komin á, leiðið sér OK. Þá hann komin á þegar ég opnar og þegar ég vista, hann bara komin hérna hann notar í vinnsluna, en ég sjáðu hérna niðri í horninu niðri að hann ekki komin á myndina sjálfa. Þannig að ef ég segi núna save as, vist þessi mynd inn á tölvuna mína og þá það hafa hann bara breyta nafnum svo þessi ekki að flúra neinu hérna 3 í staðinn, OK. Hér þessi þýðingarmikli staður að setja í prófíl. Ég get nota prófílinn sem hérna í tölvunni og haka við hann hérna. Eftir ég geri þetta þá þessi reitur haka við hann á næstu myndum. Og þetta breytist bara ef ég tek þetta af og þá verða af næstu myndum. Þannig að þetta síðasta aðgerð helst áfram milli mynda. Þannig að núna get ég bara sagt OK. Og þessi mynd komið með Adobe RGB prófíl tilbúin til að fara í prentun. Og fínt að vinna að því. Og eitt í viðbót sem ég langar að nefna að við getum í InDesign í links panelum þá getum við náttúrulega lesið út upplýsingar hverja mynd fyrir sig, hvaða prófíla hérna einhver mynd sem bara með document profile, þannig að það ekki merkilegt. En það hægt að stilla upp, sjáðu hvað hefur þetta breytt hérna, þannig að ég búin að búa mig til hérna í layers panelum að ég með þetta dálkaskipt hef hann alveg sjálfstæðan, það engir aðrir, það engin grúppa í kringum þetta, en ég get hort á margar myndir í einu, hver statusinn á prófíl og þetta ger ég með því að fara hérna í layer menuinn og hérna neðst niður í panel options og þar hægt að stilla, haka við hérna framan allt það sem maður vill að sjáist í dálkunum. Ég með ICC prófílana, haka við þá. Það mjög gott að hafa actual PPI sem sko upprunlega upplausn á myndinni og vita hver núverandi upplausn miðað við það hvort maður hafi stækkað myndina eða ekki.
og ég vil gjarna líka vita hvað hefur verið að stækka mikið eða minnka mikið, þannig að þá sér maður oftast ástæðan af hverju myndin orðin í alltaf lágum gæðum. Það þá yfirleitt að því að maður hefur stækkað myndina of mikið, eða maður er komið með mynd í 1600 punkta upplausn sem kannski óþarfi að setja uppi með mikið af svoleiðis myndum, því að það þyngir bara vinnsluna og hreinsað niður í PDF-gerðinni hvort þannig að það getur verið ákvörðun að minnka það. Þetta svona bara auka bónus sem ég langaði að nefna, og núna ættu allir að vera klárir að sturta sér í þetta allt saman og njóta góðs af þessum stillingum. Þetta búið að vera á Íslandi núna í upp undir 12 ár líklega, þessar stillingar sem dreift á vegum Iðunnar og Samtaka iðnaðarins. Þetta gert með stuðningi Samtaka iðnaðarins, allt til þess að prentverk á Íslandi verði betra, og sem það að vissulega. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa hlustað á þetta og hort á þetta, og við sjáumst bara í næsta myndbandi. Verið bless.